Í áfanganum menning, hamfarir og áföll höfum við verið að skoða hvernig stór samfélagslega áföll geta haft áhrif langt út fyrir þann tíma sem þau eiga sér stað. Þegar við fórum að velta fyrir okkur hvaða viðfangsefni við ættum að velja fyrir þetta verkefni kom helferinn mjög fljótt upp. Enda er erfitt að finna skýrara dæmi atburð sem hefur haft jafn djúpstæð og langvarandi áhrif á samfélögum allan heim. En áður en við förum lengra skulum við rifja aðeins upp hvað helferinn var. En hún var kerfisbundið þjóðarmorð nasista á gyðingum í Evrópu í seinni heimsstyrjöldinni og 6 milljónir gyðinga voru myrtir og einnig voru aðrir hópar ofsóttir, þar á meðal rómafólk, fatlað fólk, samkynhneigt fólk og pólitískir andstæðingar nasista. En það sem okkur fannst sérstaklega áhugavert við þetta efni er að áhrif helfararinnar stöðvuðust ekki þegar stríðinu lauk. Við höfum lært í áfanganum að sum áföll verða að því sem kallast menningaráföll. Það er að áhrif þeirra lifa áfram í minningum, frásögnum, menningu og sjálfsmynd samfélag í margar kynslóðir. Helferinn er mjög sterkt dæmi þetta og þótt að meir en 80 ár séu liðin frá lokum seinni heimsstyrjaldarinnar er enn verið að rannsaka atburðina, segja sögur þeirra sem urðu fyrir þeim og ræða hvaða lærdómi draga af þeim. En minningin helferina lifir áfram í bókum, kvikmyndum, söfnum og minningadögum allan heim. En þetta viðfangsefni vekur líka margar spurningar sem eru enn mikilvægar í dag. Hvernig gat svona atburður átt sér stað? Hvernig geta fordómar og afmeskun þróast yfir í skipulagt ofbeldi og hvernig getum við lært af sögunni til að koma í veg fyrir að sambærilegur atburður endurtaki sig? Þetta eru nokkrar af þeim spurningum sem við ætlum að skoða í þessu hlaðvarpi. En til að skilja hvernig helferinn varð að veruleika þurfum við fyrst að skoða sögulegan bakgrunn hennar. Auður, getur þú sagt okkur aðeins frá uppgangi nasismans og þeim aðstæðum sem leiddu til helfararinnar? Já, til að skilja aðdragandann að helförinni þurfum við að byrja á því að skoða stöðuna í Þýskalandi eftir fyrri heimsstyrjöldina. En nasismi var nefnilega ekki til úr engu. En Þýskaland hafði tapað stríðinu árið 1918 og margir upplifa landið stæði illa. En atvinnuleysi var mikil, verðbólgan há og framtíðin óviss. Margir voru líka ósáttu við Versailles-samninginn og töldu að farið hefði verið ósanngjarnt með Þýskaland. En í svona aðstæðum er oft auðvelt fyrir fólk að trúa þeim sem segjast hafa einfaldar lausnir á flóknum vandamálum. En Hitler og nasistaflokkurinn nýttu sér það. Þau sögðu að hægt var að gera Þýskaland sterkt á ný og beindu reiðina ákveðnum hópum í samfélaginu. Og þarna eru gyðingar sérstaklega fyrir barðinu á þessum áróðri. Þau voru gerðir að sökudólgum fyrir ýmis vandamál sem nasista töldu að væri í landinu. Og smá saman fóru þessar hugmyndir að hafa meiri áhrif á samfélagið. Það er það mikilvægt að hafa í huga að gyðingar hattu byrjaði ekkert með nasistum. Fordóma gegn gyðingum hafa alltaf verið til staðar í Evrópu og í margar aldir og nasista tóku þessar hugmyndir og gerðu þær að stórum hluta að sinni stefnu. En þegar Hitler komst til valda árið 1933 fóru breytingar að gerast hratt. Og sama ár voru samþykkt heimildalög sem gáfu honum auki vald og gerðu honum kleift að stjórna með mun færri hömlum en áður. Nokkrum árum síðar kom svo Núrnberglögin og með þeim mistu gyðingar ýmis réttindi og urðu í raun að annars flokks borgurum í eigin landi. Þeir máttu til dæmis ekki gifta svokölluðum arískum þjóðverjum og voru útilokaðir frá mörgum þáttum samfélagsins. En það sem okkur finnst mikilvægt að hafa í huga er að helförin hófst ekki með fangabúðum eða gasklefum. Hún þróaðist smám saman. Fyrst komu fordómar, síðan kom áróðurinn, að lokum voru sett lög sem útilokuðu ákveðin hóp frá samfélaginu. Þegar litið er tilbaka er kannski það óhugnanlegasta hversu eðlilegt þetta fór að virðast fyrir marga. Og smám saman hættu sumir að líta á gyðinga sem jafningja og það gerði næstu skref mun auðveldara. Þetta er líka eitt stærsti lærdómurinn sem við getum dregið af þessum atburðum, en fordómar byrja oft smátt en ef enginn bregst við þeim getur það þróast í eitthvað miklu alvarlegra. Það sem okkur finnst líka mikilvægt í þessum aðdraganda er hvernig daglegt líf gyðinga breyttist smá saman. Þetta snerist nefnilega ekki bara stórar pólitískar ákvarðanir eða lög sem voru sett einhvers staðar langt frá fólki. Þetta hafði áhrif á venjulegt fólk í venjulegu lífi, en fólk sem hafði átt heimili, vinnu, vini, nágranna og daglegt líf eins og aðrir. Smán saman fór lífið að breytast. Fólk misti vinnuna sína og börn urðu
urðu fyrir útilokun í skólum, fjölskyldur urðu fyrir niðurlægingum og margir fóru að finna að þeir tilheyra bara ekki lengur samfélaginu sem þeir hefur áður verið hluti af. Það sem okkur finnst svo erfitt að hugsa er að þetta gerðist í mörgum litlum skrefum. Fyrst voru það orð og viðhorf, en síðan komu reglur og takmarkanir, svo lög sem gerðu mismunina opinbera. Og á einhverjum tímapunkti var ákveðin hópu fólks ekki lengur meðhöndlaður eins og jafningjar í samfélaginu. Og þetta gerðist líka í gegnum áróður, en nasistar notuðu blöð, ræður, veggspjöld og síðan kvikmyndir til að dreifa hugmyndum sínum. Þegar fólki fara að tala ákveðna hópa eins og þeir séu vandamálið eða eru minni virðin aðrir, þá það einhver sem þarf að taka mjög alvarlega. Og ekki vegna þess að allt sé strax orðið sambarlegt við helförina, heldur vegna þess að sagan sýnir okkur að svona hugsun getur bara verið mjög hættuleg ef hún fær að vaxa óáreitt. En saga helfararinnar sýnir okkur að orð og hugmyndir geta haft raunverulegar afleiðingar þegar þau fá að móta samfélaginu og lengi. Þess vegna mikilvægt að læra ekki aðeins hvað gerðist, heldur líka hvernig það var mögulegt. Aðdragandinn kennir okkur að stór áföll byrja oft með minniskrefum sem fólk tekur ekki alltaf nógu alvarlega á þeim tíma. En nú höfum við farið yfir bakgrunninn og aðdragandana helförinni, en til að átta okkur betur á umfangi hennar ætlum við þá að skoða hvað gerðist í raun. En hún Caritas tekur nú við og fjallar atburðina sjálfa og áhrif þeirra á samfélagið. Þegar síðari heimsstyrjöldin hófst, breyttist ofsóknir nasista gegn gyðingum úr mismunun og útilokun yfir í skipulagða útrýmingarstefnu. Frá árinu 1941 hófu nasistar markvissa framkvæmd þess sem síðar var þekkt sem helförin, en markmið hennar var að útrýma gyðingum í Evrópu. Gyðingar voru þó ekki einu fórnarlömbin, því einnig voru rómafólk, fatlaðir einstaklingar, sovéskir stríðsfangar og fleiri hópar myrtir. En mikilvægur þáttur í framkvæmd helfararinnar voru svokölluð gettóhverfi, en þar voru gyðingar neyddir til að búa aðskildir frá öðrum íbúum samfélagsins. Gettóhverfin voru yfirfull, lokuð af með veggjum og girðingum og þar ríkti mikill skortur á mat, hita og læknisþjónustu. Hundruð þúsundir manna létust af hungri og sjúkdómum áður en þeir voru fluttir áfram. Á árunum 1940 til 1941 voru yfir 1000 slík gettóhverfi stofnuð víðs vegar Evrópu. Frá gettóhverfunum voru gyðingar oft fluttir með lestum í fangabúðir eða útrýmingabúðir. Fangabúðirnar voru notaðar til að halda fólki í fengnu og neyða til vinnu við mjög erfiðar aðstæður. Fangar bjuggu við hungur, sjúkdóma, ofbeldi og skort á læknisaðstoð. Margir létust vegna aðstæðna eða voru drepnir þegar þeir voru ekki lengur vinnufærir. Útrýmingabúðirnar höfðu hins vegar þann eina tilgang að framkvæma fjöldamorð. Árið 1942 samþykktu háttsettir nasistaforingjar svokallaða endanlega lausn eða final solution sem fólst í því að flytja gyðinga úr gettóhverfum og beint í útrýmingabúðir. Þar voru notaðir gasklefar til að drepa fólk. Meðal þekktustu útrýmingabúðanna voru Velmnó, Treblinka, Sobibor, Belzec og Auschwitz-Birkenau. Auschwitz-Birkenau líklega þekktasta tákn helfararinnar. Við komuna í búðirnar fór fram svokallað valferli þar sem ákveðið var hverjir væru taldir vinnufærir. Börn, aldraðir og þeir sem voru taldir of veikir til vinnu voru yfirleitt sendir beint í gasklefana. Þeir sem lifðu af valið voru neyddir til erfiðrar vinnu við mjög slæmar aðstæður. Fangarnir voru sveltir, beittir ofbeldi og margir dóu sjúkdómum, vannæringu eða voru myrtir. Ofsóknirnar voru framkvæmdar á skipulagðan hátt. Nasistar nýttu sér stjórnsýslu til að finna og skrá, flytja og myrða fórnarlömb sín. Einnig voru sérstakar drápsveitir kallaðar Einsatzgruppen, en þær fylgdu hernum inn á hernumin svæði og myrtu stóran fjölda fólks. En talið að meira en 1,5 milljón manna hafi verið myrt með þessum hætti í Austur-Evrópu. En helförin hafði gríðarlegt umfang. 6 milljónir gyðinga voru myrtir á árunum 1941 til 1945 sem jafngilti stórum hluta gyðinga í Evrópu á þeim tíma. Auk þess voru 100.000 rómafólks myrt og milljónir annarra fórnarlamba létust vegna ofsókna nasista. Í heildina talið að 11 milljónir manns hafi látið lífið á þessum hörmulegu tímum. Heilu samfélagin hurfu, fjölskyldur voru sundraðar og öll menning sem hafði byggst upp í aldir eyðilagðist. Helförin því talin eitt stærsta þjóðarmorð mannkynssögunnar. Umfang hennar sýnir hvernig skipulögð mismunun getur þróast yfir í fjöldamorð þegar stjórnvöld og samfélag leyfa slíkum hugmyndum að eiga sér stað.
Takk fyrir Karitas. Þegar við höfum nú farið yfir hvað gerðist í helförinni og hversu gríðlegt umfang hennar var, þá langaði mig að skoða hans atburðinn út frá fræðilegu sjónarhorni og tengja þá við hugtökin sem við höfum verið að læra í áfanganum. Í námskeiðinu höfum við meðal annars fjallað hugtaki menningaráfall eða cultural trauma. Samkvæmt félagsfræðingnum Geoffrey Alexander verður menningaráfall þegar hópur fólks verður fyrir atburði sem hefur svo djúpstæð áhrif á hann að það breytir sjálfsmynd hópsins og hvernig hann skilur sína eigin sögu. Og ef við hugsum helförina þá passar hún mjög vel við þessa skilgreiningu. Helförin hefur auðvitað hrikalega áhrif á þá sem upplifa hana sjálfur en áhrifin stoppuðu ekki þar. Hún breyti því líka hvernig gyðingar allan heim skildu sjálfa sig, sögu sína og stöðu sína í samfélaginu. Það má því segja að helförin hafi orðið hluti af sameiginlegri sjálfsmynd gyðinga og jafnvel hjá fólki sem fæddist löngu eftir að stríðið lauk. Annað hugtak sem tengist þessu er sameiginlegt minni. Sameiginlegt minni snýst það hvernig samfélög muna fortíðina, halda henni lifandi og það gerist til dæmis með minnisvörðum, söfnum, bókum, heimildamyndum og frásögnum frá fólki sem upplifði atburðina. Þess vegna er helförin enn svo stór hluti af umræðunni í dag þrátt fyrir að meira en 80 ár séu liðin. Minning hana lifir áfram og hefur í raun orðið hluti af sameiginlegri vitund heimsbyggðarinnar. Við ræddum líka í áfanganum að stór áföll geta haft áhrif langt yfir þá kynslóð sem upplifðu þau og þetta kallast stundum áfall sem erfist á milli kynslóða eða intergenerational transmission of cultural trauma. Það þýðir ekki endilega að fólk erfi áfalli sjálft heldur að áhrifin getur borist áfram í gegnum fjölskyldusögur, uppeldi, menningu og jafnvel ákveðna líffræðilega þætti. Og þess vegna hafa börn og barnabörn eftirlifanda helfararinnar oft lýst því að þau finni fyrir áhrifum atburðanna þrátt fyrir að hafa ekki upplifað það sjálf. Annað áhugavert hugtak sem við höfum lært er eftirlifenda samviskubit eða survivor guilt. Margir sem liðu helförina af upplifðu sterkar sektarkennda tilfinningar og spurðu sjálf sig af hverju fekk ég að lifa af en svo margir dóu. Það er mjög áhugavert vegna þess að þetta fólk bar enga ábyrgð á því sem gerðist en samt upplifðu það sektarkennd yfir því að hafa komist af á lífi þegar vinir, systkini eða foreldrar létust. Þetta sýnir okkur hversu djúp áhrif stór áföll geta haft á einstaklinga og jafnvel löngu eftir að hættan sé liðin hjá. Að lokum sýnir helförin okkur líka hvernig samfélög vinna úr áföllum og samfélög gera það meðal annars með fræðslu, minningarathöfnum, söfnum og opinni umræðu fortíðina. Markmið er ekki að minnast bara fórnarlambana, heldur líka að skilja hvað gerðist og læra af því sem kemur í veg fyrir framtíðina. Í kenningum Alexanders er talað að samfélög fari í gegnum ákveðið félagslegt ferli þegar þau eru að reyna að skilja áfallið og skilgreina afleiðingar þess og að endurmeta sjálfsmynd sína út frá reynslunni. Og helförin er líklega eitt stærsta dæmi slíkt ferli. Þess vegna er hann ekki aðeins mikilvægur sögulegur atburður, heldur líka dæmi það hvernig samfélög muna, vinna úr og læra af stórum áföllum. En já, núna þegar við höfum skoðað helförin út frá þessum fræðilegu sjónarhornum, þá ætlar Ísabella að fjalla arfleið hennar og þann lærdóm sem við dregum að henni í dag. Já, nú þegar við höfum farið yfir bæði hvernig helförin var til og hvaða áhrif hún hafði, langar mig að ræða hvaða lærdóm við getum dregið af henni í dag. Það sem ég veist kannski áhugaverðast er þó þessi atburðir hafa gerst fyrir meir en 80 árum síðan. Það er enn verið að tala þá og rannsaka þá. Það segir okkur eitthvað djúp áhrif helförin hafði. Þetta er ekki bara hluti af sögubókum, heldur atburður sem hefur áhrif á hvernig fólk hugsar mannréttindi, fordóma og ábyrgð samfélaga. Mér finnst líka áhugavert að sjá hversu mikið samfélög hafa lagt upp á því að halda minningun á lofti. Það eru söfn, minnismerki, heimildamindir og bækur allan heim sem fjalla helförina. Markmiðið er því ekki bara að muna hvað gerðist, heldur líka að læra af því. Ef við gleymum sögunni er hægt á að við tökum ekki aftur því ef svipuð þróun byrjar aftur. Þegar ég var að vinna þetta verkefni fór ég líka að hugsa hvað helförin byrjaði á sakleysislausan hátt. Hún byrjaði ekki á útrýmingarbúðum. Hún byrjaði á fordómum, áróðri og að ákveðin hópur fólks var smá saman útilokaði frá samfélaginu. Það var sem kannski vera einn stærsti lærdómurinn. Stór samfélagsleg
áföll gerast sjaldan allt í einu, heldur þróast þau yfir tíman. Þetta tengist því sem við höfum verið að læra í áfangunum menningar áföll. Þó þeir sem upplifið helförina sé orðin fáir, lifir minningin enn áfram. Hún hefur áhrif á sjálfsmynd samfélaga og á það hvernig við skiljum hugtök eins og réttlæti, mannréttindi og ábyrgð. Verkefni vakti líka nokkur spurningar hjá mér, til dæmis hvernig við getum komið í veg fyrir svipaða þróun eigi sér stað í dag. Við sjáum enn fordóma, mismunun og hatursorðræðu víða í heiminum. Þótt aðstæður séu aðrar, það minnir sagan okkur á að það er mikilvægt að taka slíka hluti alvarlega áður en þau verða að stærra vandamáli. Að lokum held ég að það sé ástæða fyrir því að helförin sé enn kennd í skólum og rædd víða heim. Hún minnir okkur á hvað getur gerst þegar ákveðnir hópar eru afmennskaðir. Fyrir mér er stærsta lærdómurinn sá að við megum aldrei líta á lýðræði, mannréttindi og virðingu fyrir öðru fólki sem sjálfsögðum hlut. Það þarf stöðugt að standa vörð en þessi gildi. En með því held ég að við séum komin að lokum umfjöllunar okkar helförina og þau áhrif sem hún hefur haft, bæði á það sem upplifði hana og samfélögum sem hafa þurft að vinna úr afleiðingum hennar.